á miðvikudegi, það 2. desember í dag. Við ætlum að setja okkur í samband við Hveragerðisbæ. Nánar tiltekið grunnskólan í Hveragerði. Þar á línunni skólastjórinn sjálfur, Fanney Ásgeirsdóttir. Komdu sæl. Sæll. Hvernig hefur það í dag? Ég hef ákaflega gott í dag. Jæja, aðvendan gengin í garð og það nú að byggjast upp heilmikið stemning í skólanum, eða ekki? Það að byggjast upp heilmikið stemning í skólanum. Við erum komin í dálítið jólagýr, búin að skreita svolítið hjá okkur og í dag allt undirlagt í alls konar föndri og bakstri og skemmtilegum verkefnum. Já. Leggst ekki svona hefðbundi skólastarf svona nánast svona aðeins á hliðina í desember? Jú, svolítið. Við svona reynum að bara vinna okkur aðeins í haginn og geta notið þess að leika okkur saman í desember. Já. Það líka heilmikið nám í því fólkið. Jú. Vinna saman í hóp og svo erum við núna í sérstökum jólagýr við okkur langar svo að láta gott af okkur leiða. Þannig að vinnan sem í gangi í dag og morgun miðast að því og föstudaginn þess að erum við með góðgerðardag í grunnskólan. Já. Og þar stendur til að selja afrakstur af því sem er verið að búa til núna. Það verið að föndra alls konar hluti og við ætlum að vera með opið kaffihús þar sem eru veitingar að vera að baka núna í stofunni og eldhúsinu og alls þar. Já, frábært. Það fyrir kaffihúsi. Og það verða leiksýningar og heilmargt skemmtilegt að vera söngkópur okkar vegum sem syngur bæði hérna inni og fer út í bæ og svona. Og þetta verður þá allt saman í skólanum, er það ekki? Þetta í skólanum. Já. Við erum 9 og föstudagsmorgunni með opnum gangasöng. Það er svona vörumerki hjá okkur. Við hittum streglulega í desember hérna fram í hóli og tökum gangasöng, mætir allir skólinn og syngur saman. Já. Og núna á haustdaginn er hann sem sagt opinn. Það öllum velkomið að koma og vera með okkur í gangasöngnum og svo opna kaffihúsið og sölubásarnir í framhald af því. Frábært. Það verður mjög skemmtilegt. Þannig að þið ætli bara að rigga upp einu kaffihúsi þarna? Nákvæmt, já. Þetta er glæsilegt. Núna í desember það verða, ég væntanlega engin próf, það er búið að taka þau í þykki eða hvað? Jú, við erum sett með annarskipti bara í miðjan janúar. Já. Þannig að það sem við erum ekki búin svo leggjum við náttúrulega alltaf meira og meira áherslu á í grunnskólanum að vera meira að meta vinnun okkar jafnt og þétt yfir veturinn. Já. Heldur en að vera endilega að safna upp í stór próf. Við leggjum áherslu á að skipti máli bara að standa sér vel frá degi til dags. Akkurat. Nákvæmlega. Það er nú aðeins búið að breyta þessu skólakerfið, það ekki Fanney, að þeir sem að klára 10. bekk og fara í framhaldsskóla sem sagt þessar einkunnagjafir, það er eitthvað búið að breyta þeim, eða ekki? Jú, það er svona bara, það er eiginlega próstegna á það svolítið hjá okkur í vor. Það er náttúrulega búin að vera heilmikil breyting á framhaldsskólakerfinu og núna erum við, það er verið að breyta dálítið þessu námsmati okkar, kannski svona stærsta sýnilega breytingin fyrir þá sem ekki eru bara hér innandyra er að það er þá að gefa í bókstöfum núna. Já. Hvað er að fara frá okkur? Og það er nú svona einhverjum munar nú svo langt aftur að samnefndu prófin voru í bókstöfum. Já. Það fer vist allt í hring undir sólinni. Og það verður gert núna? Já, við förum í það aftur núna. Og svo er það bara almennt námsmat á hvern nemanda? Já, þetta áýrunni það eiga svona fylgja meiri upplýsingar þessu kerfi og það er líka, eins og segið, aðal kannski breytingin sem er mjög ákvað breyting í námsmati er að það er með árunum alltaf verið að leggja meiri áherslu á fleira heldur en bara hvað maður geti muna marga staðrendir í maí. Já, akkurat. Þetta er meira svona, þú veist, fleira sem kemur til heldur en það. Nákvæmlega. Aðeins meira af þessum góðgerðardegi ykkar á föstudaginn að þú kannski nefndir það, kannski fór fram í mér en þetta er góðgerðardagur og er það að styrkja eitthvað ákveðið málefni eða? Já, við áttum eftir að nefna það sko. Þannig var að það kom upp fullt af hugmyndum hverja við vildum styrkja og við ákváðum að við leggjum nú áherslu á lýðræði og við ákváðum að það væri verkefni fyrir nemendaráðið okkar að taka loka átkvörðun það hvað yrði styrkt. Já. Þannig í öllum bekkjum fór fram umræða hvað menn hugsuðu sér og myndu vilja styrkja og svo fékk nemendaráðið þessar tillögur, settist með þær og ræddi þær og svo kusu þau. Og við valinu var þess að styrkja starf Amnesty International. Já, frábært. Mér var það mjög skemmtilegt. Það sýnir mér að þau eru hugsa lengra en bara í sitt nánasta umhverfi. Og það vissulega sé gott að hugsa vel það líka. Og aðspurð nefndu þau bara þess að þeim finnst mikilvægt. Þetta starfa þess að þarna væri fólk að berjast fyrir því að allir fengi noti mannréttinda. Já. Og tiltóku dæmi bara það sem þau vissu af börn út í heimi sem væru neitt í hluti sem að engin ætti að þurfa standi og ýmislegt fleira. Þannig að það var niðurstaðan og við erum sérstaklega búin að vera í sambandi við Amnesty og þeir eru að senda okkur
upplýsingar og borða og svona ýmislegt og við ætlum að taka þátt í bréfamaraþonum með þeirra. Já, frábært. Þannig þetta verður mjög skemmtilegt. Þetta skemmtilegt og gott málefni sem að krakkarnir völdu þetta. Já, við erum skóli sem kennir sig við visku, virðingu og vináttu, það eru lífsgildin okkar og virðing fyrir mannréttindum hlýtur að vera stór hluta því, svo ég er ákaflega stolt af þessum úlingum. Já. Flotti krakkar. Þannig að þetta er í fullum undirbúningi og við hvetjum náttúrulega alla til þess að koma við í skólanum á föstudaginn og styrkja þetta málefni. Endilega, við byrjum klukkan 9 með gangasögnum og kaffihúsið er opið til 11:30 og markaðurinn svona fram undir 12, þá förum við að taka saman og koma okkur í helgafrið. Já, nákvæmlega. Þannig að þá gerum við líka bara ráð fyrir að það verður allt uppselt og búið að borða hverju öðru og hérna. Þannig að ég mæli með því að fólk komið fyrir svona ekki seinna en svona vel fyrir hádegi allavega. Algjörlega. Áður en ég sleppi þér Fanney, ertu jólabarn? Hvernig er aðventan hjá þér? Ég er jólabarn, en það er enda sko þegar maður vinnur á svona vinnustað. Já. Þá er það alveg, þú ert í skólanum núna til dæmis er ég búin að syngja jólalögin síðan í gangasönginum á mánudaginn. Já. Ég fæ alveg góða útrás fyrir jólabarnið mér í vinnunni. Já, er það ekki? Þetta er næstum því að geta að gera þegar ég kemur heim. Nákvæmlega. Þetta er náttúrulega nauðsynlegt að finna jólabarnið í sjálfum sér. Það er ótrúlega skemmtilegt og svona stað og það er bara, desember í grunnskólanum er alveg ævintýralega skemmtilegt. Já. Tekurðu þá, kannski heima hjá þér, tekurðu vinnuna með þér? Ertu ennþá syngjandi heima? Já. Þetta er bara að spyrja unglingana mína. Nákvæmlega. Bakaru mikið fyrir jólin? Svona, við reynum að taka þetta í tvennilegi, sko. Við bökum svona eitthvað í byrjun aðventuna til að borða það á aðventunni og svo að því að vennilega spúið þegar að koma jól, þá verður maður að baka aftur aðeins þá. Já. Svo klára þetta oft jafnóðum? En núna sé ég fram á, sko, að fara heima af þessu fína kaffihúsi, það verður líka til sölu, það var að baka hérna fram með ótrúlega girnilega lakkristoppa og eitthvað skemmtilegt í morgun, svo ég sé fram á föstudagskvöldi með stórt mjólkurglas og nýbakaða smákökur. Þetta hljóma vel. Herðu, í Hveragerði í kvöld verða borgardætur í Listasafni Árnesinga að skella sér? Já, ég ætla að reyna það. Þetta hljómar ótrúlega spennandi og þeir eru heiðurskilið það, ég er nýbúið í Hveragerði, þetta er þriðji vetri minn hérna og mér er algjörlega frábært hvað eru duglega við að fá svona skemmtilega uppákomur til okkar. Algjörlega. Þannig að við erum svona upplöstuð á bókasafninu og listasafninu og svona alls konar skemmtilegar uppákomur í desember. Jóhanna Margrét og hennar starfsfólk á hróskilið. Algjörlega. Þetta er flott, Fanney, skólastjóri í grunnskólanum í Hveragerði. Takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel með góðgerðardaginn. Takk fyrir það, takk sem við leið. Takk, bless.